Stundaliður tekur við sem að samningur refaveiðar á Rangárvöllum. Við kynnt ykkur fyrirliggjandi tillögu að samningi, skotveiði menn og þessum að ég var ekki alveg klára á hvort að þetta átti umgang að vera á Rangárvöllum eða hvort átti að ná inn á Afrétt. Var það ekki öllum? Jú. Fyrir Rangárvallarhreppi. Anna María Gjörsson. Það er bara hérna smá í fyrstu grein er einn stafsynningavilja. Laga það. En það er sko í fyrrum Rangárvallarhreppi stendur einnig líka í fyrstu grein. Þannig að það hlýtur að ná líka inn á Afrétt, það er ekki bara hérna sko. Það var að setja samningin svo uppdrífa. Já, það er eiginlega nauðsynlegt að það komi fram í þessum samningi hvert svæðið á að vera. Því það verður alltaf að hafa þannig að þið gerðu samningar það tófur að við fleiri en einn aðila þá þarf einhvern veginn að afmarka þær veiðilendur sem hver sig er með. Og sama á við þetta. Það er nauðsynlega þjálfun, þannig að fyrstu grein á að vera en ekki en. Það er eitthvað sem þarf að fara bara áður en að þetta er frágengið. En það þarf að koma fram á hvaða svæði þessi samningur á að gilda. Magnús Stefán. Bara taka undir að vísa til einhver sem er ekki lengur til fyrir Rangárvöllum. Það er ekki alveg nógu gott. Ég hef séð þetta áður í skjölum hjá okkur og þetta er bara ekki nógu gott. Ég skil það. En það er lagt til að einfaldlega verði þannig sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög á samningi og felur sveitarstjóra að ganga til samninga við þá aðra innan sveitarfélags sem hafa stundar refaveiðar í sveitarfélagi. Drífa Gjörsson. Já, þá erum við að hugsa Elimar sem hefur verið með Holt á landsveit og svo kom við þeirra á máli við meðan Ármann í Vesturholtum og sagði að þeir væru líka í þessum stundum þessar veiðar líka. Þannig að við myndum gera samskonar samning við þessa aðila. Það er þessir aðila sem er átt við. Ég er ekki bara rétt að leggja fram bara drög að samningi við þá eins og þannig þegar þeir líka fyrir. Jú, aðeins bara... Ég veit ekki hvað var undan. Af því að það hafa náttúrulega fleiri sko, stundarjafveðar eins og Vaskurabakka og þessir. Ekki refaveð, ekki refaveð. Það er svolítið Drífa. Já, ég var nú að hugsa bara til þess að því að maður veit ekki hvenær maður næri þessa menn að fá þennan fyrst samþyktan, að gera þetta svona til þess að það sé að ganga bara og nota sama samningin bara og grundvallar fyrir Elimar og það Ármann og þá í Vesturholtum. Já, þessi samningur er svolítið sérstakur. Hann er við félag sem að mun útnefna ákveðin aðila sinni hálfu til að stjórna einhverjum veiðum hjá aðilum sem við vitum ekki og ekki kemur fram í samningum hverjir eru. En samningur við einstaklinga myndi væntanlega vera talsvert ólíkur. Já. Ég legg til að þessi sé samþyktur því að það þarf að fara að koma sér í þetta. Að draga þetta ekki lengur en... Þá er spurningum bara að afgreiða bara þennan samning. Já.
Guðfinna Gjörsson. Já, mér finnst það afgreiða þennan samning en jafnframt félag, kannski sveitarstjóra að gera drög að samningi við aðra, þá hefur hún það umboð að fara í það. Því þetta mikilvægt að gera þetta sem fyrst og fara fyrir sauðburður að líka byrja og vitum alltaf hvernig það er mikið af þessum kvikindum, hlaupandum. Þannig að það er mikilvægt að menn hafi þá alveg á hreinu þó við séum núna að vinna að þessu, að þeir hafi þetta þá, þeir hafi samninga. Til að samningum, þá aðra eina sveitafélagsins. Svona. Við sátt við þetta. Torfi var undan sjónamund. Það sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að samningi, verðum við ekki að líta á þetta sem samning og ekki rétt að þetta bara komið fram þarna sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samning við skotveiðifélagið Skittur og svo framvegis. Þetta er stæðilegra. Steindór Svona meðan bara að slá inn svona forvitast það því að hún það eitthvað brjónunum í sýslu því að við erum ekki með áriðunar milli sveitafélaga þessi greið. Það eitthvað vitað hvort það sé eitthvað gangi annars eða í hinn megin við okkur. Nefna samningar eins og í Eystra eða að svona aðeins samræmi sig í þessu vinnslu eða þess að var ekki hérastund. Við erum að hefum ekki verið nema einum hérastund að fundi því að það var ekki líklega á þeim sem það var rætt sko. Bara að spyrja það svona. Já, ég held að það sé verið að hugsa þetta víðar. Ég held að væri gott fyrir okkur bara að vera fyrst og þá geta aðri litið til þessara gjörða sem verið að samþykkja hérna. Þetta ekki með svona áhlaupi? Já, eins og Guðfinna sagði, þá fer að líða sauðburði og þetta þarf bara að vera í lagi. Torfi Gjörsson. Og ég held að það sé bara akkurat málið sem mála þessu að þegar að skotfélagið komið með samning við okkur að þá liggur það náttúrulega bara vel við höggi hjá lögkonum í skotveiðifélaginu að herja bara vísum með þetta að það verði gerðið sambærilegu samningur í Eystra og síðan trúi ég því að það verði í Ásarhreppi líka og það þetta hárrétt að þessir skottar að þeir fari ekki eftir neinum landamærum, þeir búum allt og svo í farvatninu að veiðifélögin gerir einhvers konar samninga minkaveiðar. Þannig held ég að þetta sé bara komið í allt gott horf. Já, sátt þessa innfærslu eins og hún þarna. Hvernig það nú? Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samning við skotfélagið Skittur. Jafnframt sveitarstjóra falið að gera drög að samningu við aðra aðila innan sveitarfélagsins sem hafa stundareyfaveiðar í sveitarfélaginu. Það kannski þarf að skilgreina þetta að þetta er svæði þá sem sagt fyrir vestan ytri Rangá sem við verðum að tala það var ekki sem upp á vantar. Já, það sem vantar þess ekki minni. Það ekki aðeins að lýsa því í þannig að Það ekki komið. Það bara svona það. Já. Ég hef engin frekari ábendingar athugasemdir lít svo á að þetta sé samþykkt. 8. lið
þar með lokið.